Meira en 90 ár eru frá stofnun Karlakórs Bólstaðarhlíðarhrepps en sunnudaginn 1. í sumri árið 1925 hélt kórinn sína fyrstu tónleika en þeim stjórnaði Guðmunda Jónsdóttir frá Eyvindarstöðum sem var systir Gísla Jónssonar en hann var söngstjóri þennan fyrsta vetur. En mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan en saminar söngurinn, húnvetninga, já og skagfirðinga í þessum fornfræga kór. Núna erum við höfum verið svona í kringum 40 og kannski á tónleikum svona 36, 38 svona eftir hverjir geta mætt og í fyrra héldum við upp á 90 ára afmælið okkar og þá fór ég einmitt við heldum mikla hátíð þá í Húnaveri og þá í svona ávarpi sem ég held í setningu afmælisins þá fór ég einmitt aðeins í gegnum sögu kórsins og það mjög merkilegt að það mikla heimildir til kórinn. Og það merkilegt að lesa þar þegar kórmenn úr sveitunum voru að koma á æfingar ríðandi að vetri til og gangandi jafnvel og fara í gegnum ís og vakir og allavega þurftu jafnvel að leggja á sig 4-5 tíma ferðalag hvora leið til að mæta á æfingar. Hver stjórnandinn ykkur? Stjórnandinn okkar Sveinn Árnason frá Víðimel. Hann búinn að vera þar núna í 20 ár. Ég átti 20 ára starfsafmæli í fyrra, ef maður rétt. Og þá skelltuð ykkur til Kanada? Já, við skelltum okkur til Kanada í núna seinnipartinn í sumar eða mánaðamótin júlí-ágúst og þar var stefnan sett á þessa Íslendingadaga, Íslendingahátíðir sem eru annars vegar í Mountain í Norður Dakota og í Gimli í Kanada og vorum þar í að þetta verið 10 dagar eða eitthvað svoleiðis í heildina og alveg frábær ferð. En það fengur fleiri að fljóta með en bara meðlimir þessa kórs, var það ekki? Jú. Skagstendingar kom með okkur líka, kirkjukór Hólaneskirkju kom með okkur líka og þannig að þetta hefur verið svona 100 manna hópur í heildina. Mjög gaman. Við gerðum mikið saman, sungum saman og skoðuðum og skemmtum okkur saman. Þetta var frábær ferð. Nú erum við í húsnæði tónlistarskólans hérna á Blönduósi og þetta hús á sér sögu sem tengist kórnum. Geturðu aðeins sagt mér frá því? Já, ekki það. Hann Jónas Tryggvason frá Ártúnum eða frá Finnstungu, reyndar sagt. Hann byggði þetta hús og var með starfsemi hérna. Hann var nú blindur og var með bustagerð fyrst til að byrja með áður en að þetta var allt gert í plasti. Hann gerði strákústa og uppþvottabusta og svoleiðis. Vann þetta í höndunum hérna niðri á Vestæði og síðan þegar það svona leið út af eða upp fyrir þá fór hann að bólstra húsgögn og hann var með það alveg meðan að starfskraftar endust sko. Var hann tónskáld? Hann var tónskáld, já, hann samdi nú þetta fræga lag Ég skal vaka til dæmis, bæði lag og ljóð sem mikið sungið hér á bæði Skagafirði og hérna í Húnavíslunum. En segðu mér aðeins með, það rík tónlistarhefð hérna á þessu svæði, hvaða hlutverki gegnir tónlistarskólinn svona í því uppeldi? Já, það var, sko, Jónas var til dæmis, hann stofnaði nú, eða var sem sagt í upphafi í stjórn tónlistarskólans og sáum allt bókhald á fyrstu árunum. Skólinn var stofnaður 71 og hefur verið starfað óslitið síðan, sko. Og Jónas var mikill áhuga maður þetta og þau hjón, Þorbjörg Bergþórsdóttir og hann sá sem sagt bókhald og það var svo merkilt að ég var nú byrjaður að kenna hjá þeim á skólanum þá sko og þá borgaði hann út í peningum og hann fór bara í veski og þuklaði í peningana og vissi nákvæmlega hvaða aura hann var að láta okkur hafa. En ertu að ala upp marga kandidata inn í kórinn? Já, það nú nokkrir sem núna, sko, tónlistarskólinn hérna náttúrulega þannig að sko, það engin framhaldsskóli, þannig að krakkarnir sem í tónlistarskólanum, þau sem halda áfram, þau fara mikið á Akureyri, hafa verið það mikið, eða á Sauðárkrók, en svo þau að koma tilbaka aftur, þannig að það nokkrir gaurar ekki, þannig að syngja með kórnum sem og þar á meðal þeir sem í hljómsveitinni sem spila undir núna, þeir eru úr tónlistarskólanum. Já, þú ert einmitt að stýra þeir í hljómsveit? Já, ég hóaði því saman og við höfum svona, já. En komið það einmitt aðeins að efninu sem þið eruð með núna og eruð að leyfa þjóðina að heyra? Hvað eruð þið að bjóða upp á? Já, við sem sagt
Við byrjum svona dálítið svona kúpluðum pínum gýr fyrir nokkrum árum síðan, fórum svona aðeins út í léttara efni. Kannski byrjaði dálítið við fluttum hérna verkefni sem var svona dálítið stílaðinn á ævi Björns á Löngumýri. Eftir það þá fórum við í að taka fyrir lög Geirmundar Valtýssonar sem Rögnvaldur Valbergsson á Sauðárkróki útsetti fyrir okkur og Skarphéðinn líka. Og nú ætlar kórinn að syngja í menningarhúsinu Hofi á Akureyri söngperlur Vilhjálms og Eljar Vilhjálmsbarna. Og við frumfluttum það í fyrra vetur og tókum þá fyrir hérna staðina hér, Hvammstanga hér og Sauðárkrók og Miðgarð og fyrir fullu húsi allir tónleikar og óboðslega gaman. Og núna vorum við að koma frá Reykjavík, við fluttum hérna tónleikana þetta verkefni á Akranesi síðasta föstudag og vorum svo með 2 tónleika í Langholtskirkju á laugardag og allir tónleikarnir rosalega vel heppnaðir. Fullt af fólki og mjög gaman. Og núna erum við að stefna á loka tónleikana í því verkefni og þeir verða í Hofi í næstu viku, 17. mars, 50 daginn. Þannig að þá gefst Eyfirðingum kostur á að hlusta á Húnvetningana. Já, stór Eyfirðingum, Þingeyingum og nærsveitungum, ef ekki að segja þannig. Og það er náttúrulega maður bæta líka við að hérna, Skarphéðinn hefur verið hljómsveitarstjórinn okkar núna í þessum síðustu verkefnum. Mjög gott samstarf við Skarphéðinn og hans hljómsveit sko.